Góða kvöldið, velkomin að skjánum. Við erum aftur mætt hérna á musteri hraðans. Þetta var eitthvað svaka erfitt. Hér er að fara af stað 5. umferð Íslandsmeistaramótsins í Gran Turismo. Önnur deildin tekur við. Þetta er keppni 2 í kvöld. Fyrsta deildin á morgun, úrvalsdeildin á miðvikudaginn, en við ætlum að fókusa á aðra deildina núna. Með mér er Jóhannes Egilsson. Hvað segirðu gott í kvöld? Egor, það var gott að segja þér. Sko, ég er búinn að segja við sjálf mig. Þú ert ekki að fara að bera fram fulla nafn. Því menn lenda í sífellu í þessari gildru. Já, þetta er ekki, ég er orðinn vanur þessu í dag. Þú ert ekki sá fyrsti og ekki sá síðasti. Heldur betur. Herðu, þetta var nú spennandi keppni á okkur áðan. Við vorum með ný andlit, gömul andlit, fullt af barátt og braut. Ætlaði að vera ekki eins í fyrstu deildinni, nei, annarri deildinni líka. Heldur betur. Ég ætla að neita að trúa öðru. Ég neitaði sömuleiðis. Þetta verður eitthvað að vera með gridstart, annað en í opnu. Þannig að fyrsta beygjan verður þeim mun dramatískari. Það er spurning hvort einhver púli Max Verstappen í Mexíkó í fyrstu beygju. Fyrir það gengur ekki upp hérna. Nei, hann Haukur fekk að prófa það á hann í opnudeildinni. Hann var sendur rakleiðis aftur í tímavélinni, en náði þó að vinna sig aftur upp í 3. sæti eftir að hafa lent í 7. sæti. Hvað var það? Tvisvar? Já, bara mjög flott. Ekki smá árangur að ná þessu í fyrstu keppninu sinni. Já, rosalega flott og alltaf gaman að sjá ný andlit í deildinni. Já, og svo segja hann hafi verið á stýripinna líka í þokkabót, sko. Já, sem er náttúrulega bara ennþá magnaðara. Já, hann þarf nú að fara að græða þetta stýrið sitt og fara að sýna okkur hvað getur virkilega. Algjörlega. En í kvöld eru 11 manns á braut. Hann vantar Jón Valdimars, hann vantar Steina sem hefur því miður þurft að segja sig frá keppni í kvöld og á tímabilinu, og svo vantar hann Sigga Gunnar, en annars eru allir mættir. Stefnir í hörkuslag. Hver var hann fyrstur út? Það er ekki Hannes, aldrei sem vant. Það er Pálmar Henry á Nismo, keyrir fyrir Kraft Day á þessum flotta bleika Oktobers livery bíl. Nú kannski hrista einhverjir íslensku fræðingar hausinn, þetta var mjög skrýtin sending. En þið fyrirgefið mér það vonandi. Nei, og hver var að koma hann út úr bitturinn með refsing? Hugo. Já, það var Hugo. Hann tekur hann út allan fyrir hérna. Já. Refsingin er á svona tiltölulega hentugum stað, allavega í tímatökum á þessari braut. Þeim mun betra en á Suzuka. Já. Nei, hvað var það? Fuji. Það var ekki Fuji. Jó, Fuji, já. Það var bara 2 hringir ónýtir eða fyrsta refsingu. Já. Þannig að þetta er misjafnt á milli brauta. Já. Sérstaklega þegar Fuji þá færði yfirleitt refsinguna út úr síðustu beygju. Nei, hvað? Ekki það. Ég held kannski að maður að fara að hita upp dekkinu eða eitthvað. Hann hefur kannski fatt að hann hafi verið með refsingu en Hugo. Þetta var kannski ansi aggressív uppbytun á dekkinu. Þetta var rosalegt. Það var gott. Við sjáum hvað Pálmar gerir. Hann er fyrstur á braut. Skellum okkur að borða með honum. No pláss, hann er vonandi gefur mannskapurinn sér gott pláss. Já. Sýnist það nú þegar ég er að horfa á kortið upp í hægra horninu. Ég geti gert það sömuleiðis, séð vindátt og hvað eina meðvindurinn í beygju 1. Þannig að spurning hvernig bremsupunkturinn er hjá mönnum. Já, hérna viltu bremsa svona eins nálægt 100-skiltun og getur, svona mitt á milli þeirra eiginlega. Já, kannski aðeins fyrr. Skera kantinn hérna. Þetta er alls ekki fara á grasið innan verið þannig. Já. Sýnist þetta nú bara að vera nokkuð laglegt hjá drengnum.
Við fórum, hvað var það? Í opnudeildinni fórum við niður í 1.49.4. Nei, var það ekki 5? Ég man ekki. Það er rétt undir 1.49.5. Já, við getum sagt 1.49.5. Þannig að við búumst nú við einhverju svoleiðis. Hún bætti sig hana næstu 0-1. Já. Þannig ætlum við sem ekki að búast við í kringum 1.50 og allt undir 1.50 er bara mjög góð tími. Já, það er hratt hérna út. Núna er náttúrulega meðvindur á beinakaflunni, ég manum ekki hvernig það var áðan. Nei, en það hjálpar nú til. Getur bara ekki á það eins og. Nei. Killibili mættum við sína spá að venju. Hannes Gretar Jónas í tímatökum, Hannes Gretar Hugo í keppni. Nokkuð solid spá. Alltaf gaman að rýna í spána á honum Hilla. Búið að vera nokkuð clean hringur hjá honum í Pálmari hingað til. Já. Hann er búin að vera að koma svolítið óæfður inn í keppni. Það er spurning hvort hann sé búin að æfa sig yfir þessa. Það er spurning. Hann tók nú 5. sætið sem besta árangur á tímabilinu í síðustu keppni. Já, 50-0. Það er vel gert. Það er mjög vel gert. Jón Anton kemur næstur yfir línuna 1.52. Gretar 9, 54. Hannes 49.996. Já, fyrir strax undir 1.50. Danni 1.51, ekki hans besti hringur, hlýtur að bæta þetta. Valli Matt 56. Hann á nú sömulegis örugglega eitthvað meira inni. Eiríkur Ingi næstur í línuna 58. Og þá var að Jónas sömulegis á nokkuð hægur hring, myndi ég segja. Bergur 52. Já, þá er Arnar og Hugo sem eru einu sem að ég eftir að taka hring. Já, Addi er að klára outlapp. Já, hann er að klára outlapp. Já. Það var bara Hugo. Já. Á hérna brautina alveg fyrir sjálfan sig. Engin bíll í auksinn. Mér finnst það alltaf mjög gott í tímatöku að vera með auðabraut. Já, sömuleiðis. Það er ekkert að spá í neinum öðrum. Nú kemur hann á rásmarkinu, hvaða tíma setur hann? 54, hoppar upp í 4. Já, hérna 26.000 á hundar Gretari. Þetta hefur alltaf verið tæft topp 5 innan við hálfri sekundu frá okkur öðrum. Þetta er bara eins og í fyrir keppnum í annarri deildinni. Pálmar Henry munar ekki nema 0.076 á milli Pálmar Henry og Hannesar. Það er hann að bæta sig, Pálmar Henry. Sjá hvað gerir fyrir hann þröngt. Hann bæti sig ekki. Veitu hvað Jón Anton gerir, hann er í 3. seti eins og bæti sig, fer á toppinn. 49.8, næst hraðasti hringur sem við höfum séð í kvöld, hraðasti hringur í annarri deildinni. Og Hannes, hvað gerir hann? Hann bæti sig ekki hérna strákarnir sem voru að koma í línuna. Bæti sig ekki, Eiríkur Ingi. Það er bara Jón Anton sem hefur náð að setja saman góða hring hingað til. Allir aðrir. Já, Jónas hoppar upp í 9. Bergur hoppar upp í 8. Og þá er Arnar Addi á sínu fyrsta hraðarhring. Getur hann hoppað upp í 10. Hugo að klára sinn annan hring. Það er góðan skjáttíma hérna Hugo. Liðsmaður Basic Racing sömuleiðis á mjög fallegum október bleikum bíl. Hvað gerir Hugo? Hoppar upp í 4. sæti. 52, vel gert. Það var endar held ég í 4. sæti. Hann bætti sig eins og þar. Ok. Valli Matt hérna með refsingu. Eiríkur Ingi út af. Út úr lesbá 2. Bergur spinnar hérna.
Hvað er að gerast? Hvað er í gangi? Pálmar komið í línuna. Þriðja skipti. Sýnist að vera að bæta sig. Já! Új, vel gert, hoppar upp fyrir Jónatan. Þvílíkur ringur, 1/10. Það gerir Jónatan, hann bætir sig ekki. Hannes, getur hann skákað þeim? Það er nú bara að stefna í tíman hennar Evu hérna. Hannes á hröðum ring sýnist mér 1:49.7. Hoppar upp fyrir hann, það er ekki mikið á milli þeirra hérna. Gretar bætir sig sömuleiðis, hoppar upp í 5. sæti. Danni hoppar upp í 7. sæti. Það er Valli matnæstur. Spurning hvað hann gerir, það er stutt í Danna. Það er bara 50.000. Hann er ekki á hröðum ring. Jónas með refsingu, hann er ekki að bæta sig. Dýra refsingu, hann þarf að drífa sig til að komast annar hring. Ég held að hann hafi 5 sekúndur. Hvar fekk hann þessa refsingu? Það er góð spurning. Refsingu inn á beinagaflan. Já, heyrðu. Hann hlýtur að fengi þetta í Ascari. Því ekki hef ég heyrt að menn fái refsingu í Parabolica. Það getur verið, jú. Það sé ekki eina beigjan á brautinni sem þú getur ekki fengið refsingu. Addi hoppar upp í 8. Og Hugo þá að klára næst síðasta hringi sinn. Og hefja sinn síðasta. Bæti sig ekki. Gretar er á flottur hringina. Hann er að bæta sig 4/10. Já, vel gert. Þannig að við skulum hafa auga með honum. Já. En Pálmar þá sömuleiðis að klára sér næst síðasta hring. Bara 1 tækifæri viðbót. Bæti sig ekki. Jónatan, hvað gerir hann? Já, Nei! Sæll! 49-3. Það er hraðasti hringur í Alvöru kvöld. Jöp. Það er hraðasti hringurinn sem við séum í kvöld. Hannes yfir línuna bæti sig ekki. Og það er stórt stökk í Jónatan. Gretar upp í 4. sæti, Danni upp í 5. Valli Matt nær hann öðrum hring. Já, mér sýnist það. Hann er ekki að bæta sig. En þá er spurning, maðurinn fyrir aftan hann. Jónas nær hann öðrum hring. Rétt svo. Og bæti sig. Ekki mikið. Ekki nóg. Hann þarf að setja saman góða hring núna. Jónas. Líkur ekki, bæti sig ekki. Þar er Addi. Hanna. Addi er að klára sin síðasta. Bæti sig ekki. Jón Baldursson segir Forza Arctic. Það lítur út fyrir að það sé Forza Arctic. Hérna í kvöld, Jón Anton með frábæran póltíma eins og stendur. Getur Pálmar gert eitthvað til að skáka því? Új, Hugo hoppar upp í 5. Já. Þvílíkt þétt í pakki hérna. Þetta er betur. Það er að Pálmar henni. Getur hann eitthvað svar við þessum ofurtíma hans Jónatans? Jónatan talaði nú um það í dag að hann hafi runnið eitthvað á rassinn í hálkunni á Akureyri. Það er spurning hvort það hafi bara hjálpað honum. Já. Þannig ekki að sjá að það sé hann eitthvað aftur á honum allavega. Nei. En sjá, Jónatan bæti sig ekki. Nei, Pálmar henni bæti sig ekki. Jónatan bæti sig ekki. Hver er næstur í línuna? Hannes bæti sig. Þannig að hann var í öru. Fæði bara nær honum. Það var bara Valli Matt og Jónas sem eru eftir. Valli kemur hérna yfir línuna, sýnist að hann vera á ágætis ring. Hann bæti sig, en það er ekki nóg. Það er einfaldlega ekki nóg. Og Jónas hlýtur nú að vera að bæta sig hérna á þessu ring. Já, það er ekki nóg. Það er ekki nóg. Það var bara spennandi tímataka. Já, það var mjög spennandi tímataka. Jón Anton með rosalegan ring 1:49.3. Það er vel gert. Það er með Jónatan í 1. Og með Hannes í öðru. Tæpum 0,2 á eftir. Og tæpum 0,2 á eftir þar er Pálmar henni í.
og aftur tæpum 0,2 á eftir er hann Gretar og tæpum 0,2 á eftir því er hann Hugo. Svo er það tæpum 0,1 ef það er eftir, það kemur Danni. 7. er svo Valli Matt, Addi í 8., Eiríkur Ingi í 9., Bergur í 10. og Jónas í 11. Þar hefur röðina á griddinu í kvöld. Já, efstu 4 náðu undir 1,50. En Hugo og Danni eru nú ekki langt frá því. Þannig að það er hraði. Menn eru mjög jafnir hérna. Þetta er ekki nema sekundan er í 7. sæti. Það er rosalegt. Þá endurstillum við lobby. Sir. Og það er þá race 22 Max Verstappen. 22, það er ekki nummer 33. Jú, 22, 33 Max Verstappen. Þetta var lýðlega brandari, en náttúrulega. Ef þú hefði sagt 22, 33, það hefði skiljað hann. Þetta var svona gáta kvöldsins. Já, já. Og það er allir komin braut, þannig að ég get bara að byrja að raða strax. Ég er með hérna rauðina fyrir ráðum. Þessi skoðum dekkin hérna á meðan og raðar. Það er Gretar á hörðum, Hannes á hörðum, Hugo á hörðum, Bergur á hörðum, Danni á hörðum, Valli Matt á hörðum, Jónatan á hörðum, Eiríkur Ingi á hörðum, Addi á hörðum, Pálmarenni á hörðum og Jónas á hörðum. Það er allir á hörðum. Það er rúslegt. Maður hefur nú kannski haldið að einhver af þessum efstu mönnum myndi taka soft eða medium til að byrja með. Sáðu svolítið að softdekkjunum í opnuldeildina á. Já, ekkert maður, allavega 3 sem að byrja á soft. Já, kom svolítið óvart en svo alveg þannig virka en þeir voru hægari náttúrulega á seinni partanum. Gætu náttúrulega kert færri hringi á móti mediumdekkjunum og þurftu sem að taka þá fleiri af hörðudekkjunum. Það er allavega inn í myndinni. Já. Bara spurningi hvort að ykkur er alltaf að frista gefnur og taka softdekkin hérna seinni hluta keppninnar. Það er spurning. Ertu tilbúin að rúlla í gegnum lista með mér? Yes. Herri, við vorum þá með Jón Anton á frábærum pól, Hannes í 2., Pálmar í 3., Gretar í 4., Hugo í 5., Danni í 7., Valli í 7., Addi í 8., Eiríkur 9., Bergur 10. og Jónas 11. Það passar. Sko. Gretar aðeins að sína drifthæfileikana hérna. Það er svolítið þungskiða hérna Já. í byrjun keppni. Spurning hvort að brautin verði ekki blaut, hérna sleip. Svona í fyrstu beygju. Það var svona kaldari, sko. Og allir að bera hörðudekkjunum, þannig að þetta stefnir í einhverja veislu hjá okkur. Gerir það. Heldur betur. Það er fáum 4 white eins og í formúlukeppninu helgina. Það er spurning. Það var ekkert ólíkt þessum hóp. Hér eru svo rosalega þéttir. Já. En við skulum vona að replayið virkar. Já, það virkar allan í opndeildinni hjá okkur áðan, þannig að það er... Þetta er ábyggilega Himmi hérna, Bísik, sem er Hilmar hérna í tjattunni hjá okkur. Hann segir hérna, verið ekki fyrir Hugo í startinu. Nei, nákvæmlega, hann er á bjöllunni. Ég er með grid start, já. Ég ætla bara að henda keppnina af stað. Klukkan er orðin 22 Max Verstappen. Vonum að enginn taki Max Verstappen í fyrstu beygju. En við skulum hafa augu með Hugo og Danna á bjöllunni og Ferrari. Danni á Ferrari. Algjör forsa maður, greinilega. En við vorum að kalla eftir þessu áðan og fengum þetta. Þá erum við mættir á braut. Ljósin eru komin upp á skjáinn. Við fáum 1, 2, 3, 4. Öll ljós komin á skjáinn. Jón Anton á pól.
Fínasta start hjá Jón Antoni, sömuleiðis hjá Grétari sem strax farin að sýna sig á Hannes. Komið fram á Hannesi og á innanverðu á hann Pálmar. Grétar upp 2 sæti strax í byrjun. Það er svolítið djúpt. Og Pálmar. Það er að halda þessu utanverðinni. Það er að halda þessu. Þetta bjargast einhvern veginn. Já, 8 sleppur. Pálmar einhvern veginn að halda hana dekki á innanverðu. Þetta var rosalegt. Við kannski sjáum þetta replay eftir. Já. En eftir 1 chicane kemur annað. Það er kontakt og Pálmar fer út í gras. Sýnist Grétar hafa lent aftan á honum sem að bíður eftir honum. Replay. Já, Grétar virðir heiðursmannaregluna, bíður eftir Pálmari, skellum replay. Jón Anton græður á þessu. Heldur betur, komir 4 sekúndur undan. Og Hugo komin upp í 3. sæti. Já, þá var nú einhver að segja að við ættum að passa okkur á honum. En þetta var smá pingpong. Hannes komið niður í 4. úr öðru sætinu. Hann hefur alltaf farið niður einhver nokkur sæti. En Supran er ekkert sérlega sterk í störtunum. En þetta er drauma byrjun hjá Jón Antoni. Það væri nú eitthvað að hann myndi taka sinn fyrsta sigur hérna í kvöld. Já, hvað? Er það þá ekki 50 sigurveri? Jú. Nei. Hvað? Nei, það væri 3. sigurveri. En þetta væri hans fyrsti pallur og fyrsti sigur í annarri deildinni. Held ég, alveg örugglega. Þannig hans besti árangur er 4. sæti. Það væri 3. umferð á Fuji. En við sjáum hérna, það er svakalegu slagur 3. sætið. Það falla niður hérna. Já, Bjallan kannski. Bjallan er með fínan lendar á það. Já, teka eftir því núna. Hann er nú alveg að halda í við að Hannes. Eiríkur Ingi sýnir sig aðeins á innanverðu, sér að sér. En nær ytterlínu, þannig að hann er með innri þá í næstu beygju. Jep. En þetta er alltaf mjög þröngt, en nokkuð snyrtilega gert. Þeir fara bara einn snyrtilega í gegnum þetta og ég held að sé hægt að gera þarna þessari stöðu. En það var bara næsta chicane. Della Roggia bestoppuð. En engin tilraun til framúraksturs eins og það er spurning hvort við hendum bara replay. Já, en Valli Matt hérna með mjög góðan hérna. Já, góða byrjun, mjög góða byrjun. Já. Heyrðu, Eiríkur Ingi er á softs, við tókum ekki eftir því. Nú, hann hefur þá skipt rétt fyrir. Já. Svo finnum hérna Grétar, þetta var ekki alveg gott replay á okkur. Búinn að fara upp 4 sæti að Eiríkur. Mjög flott. Ég var aðeins og seinna á takkan en mér sýndist Grétar að hafa mistað bremsubúndinum hann. Þannig að vinsom, lúsom, það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Já, kannski skoðum þetta kannski betur í replay-inu eftir líka. Gerum það. Grétar bíður eftir Pálmari, þannig að hann virðir heiðursmannaregluna. Já. Hérna er slagur 3. sætið. Hugo búinn að ná Hannesi hérna, fyrir hliðina á honum inn í kurva. Fær smá boost frá Eiríki yfir aftan hann. Þá er það bara drag race niður beinleikaflan. Hvor er með meiri endarhraða? Bjalla eða Supra? Það er spurning. Jón Þór á pitvögnum hjá Grétari segir að stýrið hans hafi dottið út. Það er spurning. Eiríkur Ingi á svakalegri siglingu hérna innanverðu á Hugo. Já. Sem að næri þessu framræsti, nokkulega gert. Supran hefur verið með aðeins meiri endarhraða en Bjallan og Eiríkur Ingi hefur skellt sér í slippin. Já, á softdekkjanum líka, getur bremsað seinna. Já. En já, alltaf mjög fúlt þegar stýrið eftir sambandi Fanatec-stýrin veit ég eiga svona tendensíu til þess að svona leka út með tímanum. Maður þarf alltaf að passa sig að USB tengi sé ekki að renna út. Já, ég hef aldrei hægt á það. Ég hef nú bara aldrei lent í þessu. Það var hann stutt eftir að ég fekk hann fyrst, sko, þá var eitthvað og var að frjósa hjá mér, sko, en svo lagast það í einhverju öftæti. Annars hefur þetta bara virkað við mér.
Kannski ert þú bara með eitthvað gullað eintaki. Ég lendi þessu með öll Fanatec-stýrin mín. Meiri sér búin að uppfara í Quick Release 2 og alveg sko. Reyndar er ég farin að heyra svona pínu svona eins og það sé eitthvað að nutast saman í því. Svona, kemur svona eins og plastsmellur. Já, mjög lítið sko. Svo er alltaf með headphone á mér þannig að ég heyra það ekki en ég finn það sko. Nei, herðu, hver var að fara í vegginn hann þá? Nei. Bergur. Það er hann, Bergur. Kannski fá hann replay að þessu. Jep. Kemur hérna. Út úr Askari. Já, hann er bara... Vá, það er svo var eitthvað smá graður á fart á gjöfunni. Já. Og það er ykkur hérna líklegur á Hannes á beinagaflanum. Soft deck. Lítið sem Hannes getur gert í þessu held ég. Já, Nei, við samt skulum með sjá. endarhraðan. Hann ætti að geta bremsa seinna. Já, fara saman hérna, gera þetta snýttilega. Hann Já, er bara... hefði mögulega geta ná svona switcharu Já, út úr fyrstu. En Jónatan ennþá með tæpar 5 sekúndur í forskot á Valla. En þetta er draumabyrjun með honum. hundur betur, eru þeir ekki líka feðgar? Jú, það passar. Feðgar keyra báðir hjá fyrir Arctic Iceland. Ég veit að Jóna er hérna í chatinu að styðja þá félagana. Já. Skemmtileg barátta hérna á þriðja niður í 7. sæti. Svo er spurningin hvort að hann Jónas sé að fara að blanda sér í þetta líka, hann er nú ekkert langt á þetta við manna. Algjörlega. En Hannes er allavega ekki að græða tíma hérna með Eirík á softdekkum fyrir aftan sig. Nei. Það er spurning hvort hann gerir sig grein fyrir því. Spurning. Þetta menn hafa nú tekið þessa taktík áður á að skipta rétt fyrir start. Já. Þannig að menn veit ekki hvað dekki úr á. Smá, svona, hvað segir maður, mind games. Eins mikið mind games og verður fyrir keppni í þessu. Eiríkur á utaverðinu hérna á Hannes. Spurning hvort þetta Það er hafi ekki spurning. verið aðeins of snemmt múf hjá honum. En Hugo er kominn, hann getur ítt Eiríki aðeins áfram. Já. Það er spurning hvort það gerir það ekki. Mér sýnist það. Kemur smá bump draft. En það getur nú líka að trufla bremsupunktin hjá manni. Já. En Eiríkur Ingi á mjúkum dekkjum á þessa beygju einfallega. Smá kontakt, Hugo nýtir sér það. Komið fram úr Hannesi og Danni rétt rekst utan í Hannes, kemst ekki fram úr heldur. En er þá með innanlínuna. Já. En Hugo er límdur aftan á Eirík. Reynir fram á raksturinn, sker grasið, fer mjög vítt og Eiríkur tekur þetta einfallega utanverðu í exitinu og þá kemur Hannes upp á hliðina á honum. Já. Hugo er með inni. Já, þetta hefði ekki endað vel ef hann hefði. Það var nú ekki nógu skemmtilega sjónarhald sem við fengum hann í gegnum þetta. Já, og Danni inn í lesbó 2. Já, hann er ekki látið að stikka hann Danni fyrir aftan. Og það er spurning Hannes aftur á Eirík. Nú eru mjúku dekkin byrjuð að missa grip. En sjáðu, Hannes búinn að tapa heilan hellinga tíma í þessum slag. Tæpum 10 sekundum eftir fyrsta sætinu. Já. En þetta er þvílíkur skellur. Gretar sem er í topparöttunni við Hannes. Já. En þá fyrir aftan Pálmar. Sjáum hvað Eiríkur gerir þá. Hannes reynir að slíta Hugo og Danni fara inn, báðir. Þetta er endurkött. Það lítur að vera. Heldur betur. Já, bara helmingurinn á hópnum fyrir inn í pit. Já.
Indian Stig, welcome to the chat. Says Hann good mættur. luck. Þá spurning hvort að endurkvætti hjá Hugo og Danna virki. Danni tekur töluvert meira bensín en Hugo, þannig að ætli Hugo sé ekki líklegri. Já, meðan er Hannes búinn að slíta sig svolítið frá Eirík Inga. Finnst þú líklegt að þessi báður að fara að pita. Hannes er nokkuð góður á bensínið. Já, menn voru að pita á hann í kringum 7. og 7. hringu, það ekki? Jú. Nokkri sem fóru 7. hringinn. Já. Það er alveg spurning hvort að Hannes leyfir sér það. Og bara spurning hvort það hreinlega borgir sig, sko. Hvort það sé ekki bara betra Já, að henda þessum hörðudekkjum og... taka medium í staðinn. Já. Þau endast alveg ágætlega. Já. Jónatan í pit, Valli sömuleiðis. Hannes heldur áfram, Heldur tekur eitt áfram. hring í viðbót. Jú, Þá er nú endurkvætti hjá Hugo. Eirík var Hann ekki verið í líta- bit, hann var svo mjúkudekjunum. Jónas verið í bit. Það er slagur á milli Adda og Danna. Náði Svona- Hugo að láta undirkottið virka. Það er góð spurning. Jónatan að koma út, Valli Matt að koma út. Mér sýnist þeir vera að fara að koma hérna hlið út. Eiríkur ekki upp í 4. Nei, Haukur upp í 4. Nei, Hugo upp í 4. Þetta var Hugo- erfitt í fæðingu. Já, þetta var svolítið erfitt í fæðingu. Valli Matt hérna hefur farið eitthvað hægt út úr fyrstu beginni. Hugo er alveg að ná honum hérna. Já, Það var líka gult flagg í braut. Og Danni að ná fram úr Pálmari eftir að Pálmar pittar. hvað er Hefur pitturinn allavega- langur hérna? Er Hugo að fara að ná Hannesir hérna? Já, mér sýnist það sko. Ekki nema að gera ykkur mistök. Já, meðan hann er allan búinn að... Var það Valli Matt sem að gera mistök eða er undirkotið svona stert? Já, Valli gerði mistök Hann í gerði mistök, fyrstu ok. beginna. Já. Bailey samt upp í Jónatan, samt ennþá bara 5 sekundur. Já, en Jónatan tekur rosalega lítið bensín með við Valla sko. Valli alveg bara fyll í bílnast í. Já, var Valli þá kannski búinn að taka svona mikið á honum? Herri, já, býttu. Þegar Bailey var 5 sekundur, sko. Já, ég held að hann hafi bara mist það sem hann græddi í pitstoppinu með þessum mistökum sko. Það er spurning hvort þeir hafa jafnvel verið að berjast eftir pitin. Maður veit ekki, maður spyr sig. Við getum rýnt í þetta eftir Nei, skoðmyndir í blæ. í playinu. Sjáum þetta Pálmar Eiríkur í baráttu 5. sæti. Líka gaman að sjá hvað Hugo kemur út. Hannes heldur samt áfram. Já, Tekur 8. hringinn. Það er ekkert annað. það líður vel á hörðudekkjum. Heldur betur. Hann er kannski að fara að skella í soft í restina. Já, mér finnst það líklegt. Mér finnst það alveg líklegt. Já, Hann er góður dekkjakvíslari, hann Hannes, og Súbron greinilega góð á dekkinu. já. Það væri líka sterkur leikur upp á hraðasta hring og annað. En hann þarf þá að ná Hugo. Og Hugo lætur nú ekki í sæti eftir svo auðvitað. Addi fyrir aðeins aftan í Danna hérna. Ekkert alvarlegt. Já, það er svakaleg stróla hérna. Já, 7. og niður úr. Höfum eitthvað því. Gretar komin upp í 9. sæti. Búinn að pita. Já, en þá nokkuð langt á eftir Pálmari. Nei, byrju. Þetta er Pálmari. Var ekki Pálmar sem hann kerði út? Vilt þú að horfa á sem að keppna og ég, já? Nei, hverju beig Danni- Gretar eftir? Bara alveg dott út yfir. Já, beig hann ekki eftir Pálmari? Jú, það getur verið. Jú, ég held það. Ert þú að horfa á sömu keppni en ég, vinur? Þetta er svakalegur hópur hérna. Já, Baráttunum 7. sæti. Danni Já. lætur þetta að stikka, er komið fram úr. Leiði nú stróluna.
Pálmar með halva sekundu, þannig að ætli hann sé ekki að dragast inn í þessa baráttu. Hannes pittar hérna með 0 Alveg á gufunni. bensín eftir. Það er spurning hvort hann hafa orðið bensínlaus. Það er spesík. Eitthvað krassast að gerast þarna fyrir ofan eða? Já, Valli Matt aðeins búinn að saksa forskotið hans Jónandons niður 3,5. Já. En ekkert stærri en það. En það verður fróðlegt að fylgjast með hvar Hannes kemur út. Já. Kemur út rétt á undan Hugo. Hugo hefur ekki náð að nýta sér þetta alveg nógu vel. Það er Eiríkur Ingi að leggja upp. Það er Danna og Gretar sömuleiðis að taka komin samhliða Adda. Eiríkur Ingi bremsa mjög snemma. Sýndist mér. Hann sló af fyrir aftan Danna, ætli hann hafi ekki ruglast aðeins í bremsubútunum. Já, og er á hörðutakjum svo sem, en hann er sama. Já. Já, hann er á hörðu, aftur. Nei, hann byrjaði á soft. Já, Gretar að reyna aftur. Pálmar kom með 2 sekundur í refsingu. Pluss. Og Hugo ennþá í slipnum á Hannesi. Það er nóg að gerast. En það er nokkuð ljóst að þetta verður dýrt fyrir Pálmar. Hann er að fara að tapa 3-4 sekundum á þessu. Og það eru þó nokkuð sæti í svona þéttum hóp. Gretar hérna alveg í skottinu á þetta. Bremsar nokkuð vel. Gretar fer aðeins vítina. Ofta maður að taka aðeins öðruvísi línu en ökuþórinn á undan. En þá tekur Pálmar út sína refsingu, missir Danna frá með sér, Eirík sömuleiðis og Adda sýnist mér. Spurning hvort hann á að halda Gretar fyrir aftan sig. Koma hérna samlega. Gretar tekur svitsarúið, kemur undir hann. Það er nú ekki mjög oft, þetta er örugglega fyrsta svitsarúið sem við sjáum í parabólikunni. Smá kontakt. Smá kontakt. Gretar komið fram úr, Pálmar hann er í slippinu satt. Hann gæti nú reynt eitthvað múfi fyrir fyrstu beygju. Það er alveg spurning. Hvað gerur hann? Já, sýnir sér reyna verðu. En þetta er svolítið seint. Það er spurning hvort það sé smá heitt á milli þeirra eftir kontakti á fyrsta hring. Já. En þetta fer ekki verð. Jónas kemst fram úr Pálmari. Þá er Hannes búinn að minnka bilið í Valla niður í 1,5 sekundur, náttúrulega á softekjunum. Ég held að verði svolítið fróðlegt að fylgjast með Hannesi núna næstu hringina. Aðeins 4,5 sekunda í Jónanton. 6,5 hringur eftir. Já. Er þetta að fara að gerast? Er þetta að fara að gerast, Jói? Jónanton sem var komið með 10 sekundar fórustu á fyrsta stinti. Hannes hérna á fjólublaðum, bullandi fjólublaðum. Hann er á soft, já. Hilmari mættu með poppið í chatið. Ég meina alltaf hann ekki með að fara að ná okkur í pop núna, því það er alltaf að fara að gerast. Aðeins búið að draga á milli manna hérna neðar á braut. Gretar er þó að sækja á hann Adda. Það er kannski næsta í slagur. Slagur 7. sæti. 49,6. Setur Hannes. Það er mjög fínn hringur í keppni. Já, Addi nær slippinu frá Eiríki sem er á hörðudekjunum. Þannig að þetta eru þá líklegast 2 slagir á braut, Valli og Hannes. Og svo Eiríkur Ingi sem að bremsa svolítið seint fyrir fyrstu beygju. Og Addi kemst þar fram úr. Kannski bara replaya þessu. Já, ef ég næði.
Jú. Úss, já. Eiríkur djúpt, Addi tekur auðaverðina og náði Gretar að halda sér í þessu. Nei. Þá held ég að sé að fara að draga til tíunda hérna á topnum. Já. Hannes áfram á fjólubláðum er hérna í draftinu að valla. Við gætum að vita þegar hann er kominn mjög nálægt. Já, það er bara núna. Já, kannski. Jú, ætlaði sé ekki núna. Valli tekur hérna vel inn í línu. Já, sér að sér. Hann er sér ekki það nálægt. En hann er hins vegar með miklu betra grip á nokkuð ferskum softdekkjum en Valli með gott exit. En Valli er með Supru fyrir aftan sig sem er með góðan endarhraða. Hérna Monsa reynir að slíta draftið meir en einu sinni. Hannes lætur ekki blandast. Þetta betur ekki sýni sig á innanverðu en sér að því Jón Anton 3 sekúndum að undan þeim. Valli og Hannes kerum nú lengi saman í úrvalsdeildinni hérna í den. Já. Hvað er langt í 3 sekundur frá Valla upp í Jónatan? Já, 3. Pálmar hérna komast fram úr Grétari aftur. Þeir eru bara búin að vera límdir saman hérna allra keppnina. Hannes þarf nú að fara að komast fram úr honum Valla ef hann ætlar að nýta þessi softdeck eitthvað. Þetta betur ekkert langt í það dettur glugganum. Nei. Hvernig fór hann inn? Var ekki 8. hring eða 9? Jú, hann tekur 8-8. Já. 8 held ég að sé alveg full vel í lagt á softdekkjunum. Ég held að það er farið alveg en hann hefur kannski ekki mjög hröð síðustu hringina. Nei. Það var ekki svona softdekkja hröð. Sjáum, hann er snart góð exit hérna út úr Ascari. Hún þurfti hann alltaf bara að leggja upp í... Algjörlega taka víða línu. Já, taka gott exit út úr... Eða bara auðvitaðverðu. Kontakt fyrir aðeins vítt. En... Já, það er spurning. Hann misti svo rosalega mikið hraða þarna í draftinu og Jón Anton þó komið 4 sekúndur á undan þeim félögunum. Alltaf vinna með honum þessa stundina en Hannes þarf einfallega að komast fram úr. Valli Matt á innanverðu. Planta sér á Apexið. Hannes tekur switcharoo mögulega kannski ekki. Hillibilli ná að giska á réttar hring. Fannst þér slapp? Alltaf meira. Það er rosalegt. Það er alltaf spáið fyrir öllu sko, þannig að það hlaut að koma að því að það var með eitthvað rétt. Já, vel gert þig. Já, vel gert. Ég ætla svo að henda í Driver of the Day Pól þegar næst síðasti hringur byrjar. Já. Ætla hann geti tekið eitthvað eins og ég sagði áðan ég hugsaði að hann þyrfti bara að leggja upp í gott exit út úr síðustu beygju til þess að ná honum fyrir fyrstu beygju. Já. Þess að það sé búið. Þetta hefur allavega ekki verið að virka hjá honum það sé ekki að því núna. Langbæsti sénsinn er einmitt inn í fyrstu beygju, hann er með betra exit hérna en Hannes. Já, ekki nema 0-3. Það er spurning hvað Valli gerir. Já, miklu hraðari hérna út. Já, það er hægt að verða innverðu en það er líka hægt að verða auðaverðu á því að Hannes fær þá innverðu fyrir næstu beygju en Hannes er bara með svo miklu meiri hraða og Valli Matt nær
einfaldlega ekki að bremsa. Og hann svakalega víður út í möl. Og Valur nær að taka þetta og Hugo ekki langt fyrir aftan. Getur Hugo að blanda sér í þetta? Það alveg líklegt. Hugo kemur hratt hérna á eftir honum. Það er spurning hvað Hugo gerir inn í De La Rosa. Hannes hlýtur að verja innanverðu með skítu dekk í þokkabót á dvínandi mjúkum dekkjum. Tekur Hugo á utanverðu. Nei, sér að sér. Hannes nær að planta sér vel á Apexið. Var mjög nálægt braut á mörkunum hana. En heldur sér fyrir innaði. Jón Anton þá kom með mjög gott fórskott í fyrsta sæti. 6 sekúndur í Val og Matt, 2 sekúndur á milli Valla og Hannesar. Já, spurning hvort að þetta hafi ekki verið lokaútslagi. Það geti verið. Fyrir Hannes þar að segja. Þetta væri þá versti árangur Hannesar hingað til á tímabilinu. Það magna. En þar sem að Grétar er í 8. sæti eins og stendur þá er nú fórustan ekkert í hættu. Nei. En Jón Anton eiga ekkert smá flotta keppni. Já, þetta er búið að vera bara clean akstur hjá honum allalega. Algjörlega, Hugo með gott exit úr Ascari. Það var bara að stilla þessu fyrir fyrstu beygju, eins og þú segir. Spurning hvort þetta hafi ekki bara verið svolítið mindgame hjá honum Jónatinu hérna í spjallinu í dag. Hann hafi eitthvað runnið á rassinu og væri eitthvað að bæklaður. Það er spurning, það er alveg spurning. Það þarf allavega að renna oftar á rassinn með þessa framistuðu í kvöld. Ég held að Akureyringar væri svo vanir að vera í snjó. Alltaf verið að segja mér það. En það er komið Pól Driver of the Day. Endilega svarið því. Nær Hugo að taka fram úr Hannesi. Næst síðasti ringur hafinn. Kemur hratt hérna eftir honum. Já, mjög hratt. Þarf að velja sér hlið. Ákveður að bumpa Hannes. Já, ég veit ekki hvort ég hefði gert það. Nei, ég hugsa að það hafi ekki verið viljandi hjá honum. Nei. Ég held að hann hafi ætlað að velja ytri línu hann í gegn en Hannes bara verið búinn að velja hann áður. Já, Hannes nær De La Rosa busstoppinu vel. Nær að koma sér aðeins frá honum, en softdekkin eru að verða sleipari og sleipari með hverri beygju. Já. Sjá það líka bara hérna, já, hann var náttúrulega bara 12. og 13. ring. Það voru 51, 51, svo 54 og síðasti ringur. En hann er með fast lapp líka, það er 1 stig. Það er 1 stig. Grétar kominn aftur fram úr Pálmari hérna. Þeir eru ennþá límdir saman í baráttunni 7. sæti. Já, þetta kostaði Hannes svolítið baráttuna í mannarsæti að fara hana djúpt í fyrstu beygju. Þetta betur. Hvað gerir Hugo? Nær hann eitthvað að sýna sig. Þetta er eiginlega besta tækifærið og hann er eiginlega of langt fyrir aftan Hannes. Já. Hannes nær betra exiti líka sýnist mér. Já, gerir það. Það er einhverja aðra baráttur og þetta að kíkja á. Já, það er nú bara Grétar og Pálmar, þeir eru svona alltaf eitthvað að berjast. Þetta er nú ágætis árangur hjá Grétar að vinna sig upp í 7. sæti. Já, algjörlega. Þeir eru búin að fara eiginlega samferða þennan upp pakkan. Pálmar bremsar mjög hægt. En já, þetta, hann lætur þetta virka. Heyrðu þetta. Við þurfum að ríflega þessu, þetta var rosalegt. Hvað gerðist þarna? Já. Það er einhver hiti komin í leikinn. Sýnist það. Spurning hvort að Pálmar hafi bremsað á seint. En ég sá það ekki. Kannski ég kíkjum á rífleginu. Mér sýnist þetta nú vera svona innan marka allavega. Miklu meira innan marka en það sem að Grétar gerir síðan í kjölfari. Þetta vill maður eiginlega ekki sjá. En Jón Anton á eina beygju eftir. Það er bara parabólika. Það er enginn búinn að ná að vera nálægt honum í kvöld. Þvílíkur akstur. Fyrsta pódium og fyrsti sigur
í annari deildinni. Þvílíkt vel gert. Kemur hérna út úr Parabolica í síðasta sinn. Mjög fagmannlega ekkið. Já, þeir feðgarnir í fyrstu tveimur sætunum. Valli Matt kemur inn í marki öðru sæti. Flottur akstur í honum. Hannes hálfu sekúndu fyrir aftan. Hugo fjórði. Svo má ekki glemma Danna, hann að ná sínu besta árangur líka henni kvöld. En það alveg á hreinu að Jón Anton driver the day með hátt í 80% atkvæða henni kvöld. Addi sjötti, Gretar svo sjöundi, bíður eftir Pálmari Henry. Já, held hann hafi séð að sér hann. Og Eiríkur Ingi í níunda, Jónas tíundi, Bergur 11. Já, það nú alltaf gaman þegar menn viðurkenna þá mistökin sín þótt að það hitni oft á tíðum. Já. En auðvitað maður ekki séð. Var ekki viss hvort að hann hefði bara komið svona hrattan í gegn eða eitthvað. Nei, maður veit svo ekki alla söguna. En þetta kemur þó í ljós. En það pósterið stráður eins og alltaf eftir keppni. Ég held að hann hefði bara verið að fara í loftið fyrir 10 sekúndum. Þannig að ég tjekki að sjálfsögða því. Við erum með Jón Anton í fyrsta og Valli Matt í öðru. Feðga pallur, feðga pódium, réttar sagt. Hannes í þriða, Hugo í fjórða, Danni í fimmti, Addi í sjötta, Pálmar Henry í sjöundi, Gretar áttundi, Eiríkur Ingi níundi, Jónas tíundi, Bergur 11. og Hannes með fastest lapp. Já. Það einu sem fór á softakinu var það ekki? Nei, Eiríkur Ingi fór á softakinu líka. Já, einu sem endaði á softs held ég alveg örugglega. Já, Eiríkur byrjaði á soft og Hannes endaði á soft. Það var skemmtileg keppni. Já, það var fjöru keppni. Já. Það er ekki bara að skella okkur beint í að síður replay. Ég held að reyna að fá sigurvegarann á línuna í smá post-race. Og byrja á opnudeildinni eða fara beint í aðra? Já, ef við ekki halda okkur í annari meðan þetta er ferst. Þegar endilega komið áhorfendur með eitthvað ábendingar eða vilja sjá eitthvað nánar. Við erum allavega með eitt atvik síðan í opnudeildinni sem við ætlum líka að kíkja á. Já, manstu hvað atvik það var? Það var bara... Já, ég man það reyndar. En á hvaða hring það var, ég veit ekki með það sko. Ég man að það var eitthvað á þriðja hring hjá einhverjum. Eitthvað sem að var... Já, þetta hafi ekki verið þriðji hringur Eva og Haukur í opnu. Já, og stökti síðan hjá Hauk hann. Já, alveg. Það sem var fett djúpt. Það er alveg spurning hvort maður fái það í replay eða ekki. Já. Ég held að hann hafi bara farið yfir barrierinn sem var þarna og þess vegna hafa hann... Tekið eitt stykki í hástað. Rauðu barrierarnir sem eru þarna í fyrstu beygju. Það skoðum við startið hérna aftur. Danni er náttúrulega með rosalegt start á Ferrarinum. Klikkar ekki í startinu. Komum allir saman. Þéttur pakkin hérna. Jón Anton. Já, góða kvöldi strákar. Jæja, hvernig er hérna bakendin eftir þessa keppni? Mér líður helviti vel í stólnum allavega. Jæja, það er gott, það er gott. Það verður erfitt að standa upp. En já, innlega til hamingju, þetta var því líkur akstur hjá þér, drengur. Já, takk. Fyrsta pódium, fyrsti sigur tímabilsins og bara, já, í janúari deildinni. Þetta var geggjað.
já. Ég bara skil ekki hvaðan þessi ræði kom bara. Ég bara, ég átti alls ekki vona á þessu, sko. Já. Var með spá hvort þetta væri eitthvað mindgames hjá þér, það sem þú varst að segja í dag, að það hefði dottið eitthvað á runnið á rassinn? Það bara alls ekki, ég flög svoleiðis, sko. Það bara þannig. Það bara svoleiðis, ætli þetta verður ekki... Þetta verður örugglega bólgið á morgun, en þó meina Já, bólgið. potið, maður. Ég var að sjó 10 í fyrramáli. Úff. Það frí. Já, það frí. Maður þó standandi út á sjó eitthvað, eða ekki? Já, jú. Það svona bjargar þessu. Já. Það betra að keppnin hafi verið í dag heldur en á morgun. Já, það bara þannig, sko. Það bara þannig. En hvernig fór keppnin annars í? Þú tókstu pól með bara hátt í hálfri sekúndu. Já. Og svo var keppnin nokkuð einmannleg eftir það. Já, þetta var svona, ég bara passaði mig rosalega að keyra bara safe, vera ekki að skera kantana og þetta fekk ég enga refsingu og... Já. Já. Það var vel gert, það var bara jökulslegu sigur hér. Já. Þetta var geggjað. Þetta betur, líka bara vel að verka staðið, sko. Það er alveg klárt. Það er alveg ljóst að þú ert að fara að skila þér í svona allavega að fara að nálgast topparáttuna eftir þessa keppni. Já, það er bara gaman að því. Enn eitt sigurverðin í annardeildinni. Já. Já. 3. sigurverðin og sá 7. sem tekur pódium. Já, nokkulega. Það er gaman að fylgjast með þessu. Þetta er búið að vera svo rosalega þétt. Já. Þétt og skemmtileg bara þá. Já. Og það er bara þannig, þetta var bara snillt. Já, það er ekki að henda í sérskilinu okkur, ég er alltaf búin að vera að skoða hérna. Jú, það voru nokkur atvik sem má alveg Já, náttúrulega þegar stýrið dettur út hann þegar á Gretari, ég er akkurat á því hérna nú. Ég var aðeins búin að skoða startið hérna, vil ég skoða startið aftur eða vil ég fara að binda í þetta? Þið ráðið bara. Skoðum Gretar. Var það bara fyrsta ringa? Já. Já, hann missir alveg gjörsamlega að bremsupunktum. Já, var ekki Jón Þór að tala um að stýrið hafi eitthvað dottið... Eitthvað gerst með stýrið hjá honum? Já, meinar. Já, kannski, já, veitu? Já, kom hann ekki með það í chati. Það var að tala og lúkka líka, bara með hvernig bíllinn alltaf lætur hjá honum, sko. Já. Það kemur náttúrulega bremsuinput, en svo getur náttúrulega stýrið farið í... Já, farið í kossu. Já. Það náttúrulega bara læsir öllum dekkjum, held ég. Já, fyrir út í grasið, það ekki, hægra megin. Prófa að kíka á þetta aftur. Í slow-mo. Mér sýnist að fara út í grasið hægra megin. Og það náttúrulega getur gert alls konar. Nei, hann gerir það betur ekki. Jón Þór að segir hérna í tjatinu, sorry, stýrið datt út hjá mér. Já. Það datt út hjá honum. Ok. En, já. Hann býður allavega Jæja. En svo voru þeir eiginlega bara að samfæra alla keppnina eftir þetta. Úff, þetta er rosalegt. Þetta er ekkert smá högg, sko. Já. Pálmar henni fæ bara slingshoti hérna í gegnum beginar. Mitt bara við braut og svo Já, það er... færi Hugo aftan á sig hana. En Hugo sleppur vel út úr þessu. Það er rauninni... Já. Verður ekki undir neinum áhrifum. Eða svona... takmörkuðum. Já, við... Hvað þetta var mikið högg. Það er græðið sætt á þessu. Hannes út á soft þetta þegar hann petaði. Jó. Helviti gott ég á alla halda honum fyrir aðtað sig. Já, það var mjög gott. Það var líka alveg að fara að ná honum hann, svo fer Hannes djúpt í fyrstu beygju. Já, ok. Þá dettur sinnsinn út í honum eiginlega. Svo var hann búinn að ná honum aftur hann á síðasta ring. Hvað var það? 13. ring? Eitthvað svoleiðis. Já, var ekkert... Það var nú örugglega eitthvað annað hérna. Já, meira á leiðinni. Hvað er endaði svo Greitar? Sem hann eftir. 8. Já, ok. Þannig að ekkert
engin atvik komið hérna í spjallið allavega, en flottu framúrstur hérna á Hannesi. Hvað segir, á hvaða hring var það? Sorry, 13. hring, sagði það? Vill segja 13. já. 12. 13. Svoleiðis. Þannig er hann allavega mjög nálægt alla. Þetta var alveg bara þetta í nokkra hringi, en Valli gerði mjög vel, eins og þú segir undan haldan að frátt sig. Mjög vel gert, sérstaklega að vera sko á medium móti soft. Já, nákvæmlega. Já. Það sé hérna. Það sé kannski fyrr. Nei, hann er statt svo langt. Hann datt alveg 2 sekúndur fyrir aftan hann. Þetta er hérna. Hann er mjög góðu exiti. Já. Og Valli vera á innanverðu. Já, hann er svo búinn að reyna tvisvarsinnum fyrir síðustu beygju þarna fyrir þetta. Já. Það er ægilega endarhæði súbrunni. Já. Já, Hannes tekur varnarlínu á innanverðu og missir að bremsupóttunum. Já. Og fer síðan bara hérna yfir alla pulsurnar. Já. Svo var einmitt hérna. Það var ekki á þessum hring sem að Hannes reynir hérna inn í síðustu beygju. Og hvert það var næsti hringur á eftir. Já, það verður næsti hringur á eftir. Já, svo má ekki gleyma Vala Matt, hann fer nú upp 5 sæti í þessari keppni. Já, akkurat. Líka 7. Það er vel gert. Já, og hann fekk næst flest atkvæði á eftir þér. Driver of the day. Já. Já, takk fyrir það. Já, til hamingju með það líka. 82% atkvæði, það er ekkert annað. Átti engin séns. Átti engin séns. Hvað viljum við skoða meira? Þá er það held ég bara að opna deildin, sko. Ég man ekki eftir neinu öðru úr þessari keppni, en það var nú ábyggilega eitthvað. Ekki hérna Var einhver hasar þar eða? Já, jú, það var náttúrulega atvikið á milli Grétars og Pálmars, hann að Var þetta ekki bara á... Var þetta á síðasta hring? Já, það var hér, það var hérna. Það er hérna. Það var heitur slagur á milli þeirra, það er alveg hægt að segja það. Pálmar missi kannski aðeins að exitinu. Nú, já, við. Pálmar bremsar svolítið seint. Já, liftir eða ekki ef þú fer aftur. Sýnast Pálmar lifta aðeins. Já, liftir í Slæðir af og bremsar svo. Já. Já, svona rétt svo. Veistu, hann er að fara út á inn á aftur, hann er í fullri beygju, sko. Já, þetta er ekki alveg það sem maður vil sjá, en hann Grétar býður eftir honum síðan í lok hringsins. Já. Veistu, þegar hann fer þarna, þá var hann alveg í fullri beygju, en bíllinn beygir ekki. Já, veist, ef þessar pulsur þá. Já. Akkurat, það gerist ekkert. Og mögulega hafði hann kannski mátt bremsa hana yfir, en ég sé að hann er hvorki á gjöfni að bremsa, hann bremsar aðeins hann út, sko. Hann kannski misreiknaði einmitt hvað hann gat byggt yfir kantana. Já. Já, ég held að þetta myndi skrifast á unsafe re-entry, en heiðursmannreglunni er fyllt í lokin. Akkurat. Og það er svona, það var engin bíll nálægt þannig séð. Það var kannski ekki allur skaðið skeiður. Nei.
Það er Samt það sem bara áður. opnum deildinni, kannski áður en við fyrir út á ríflið, svo hvort það sé nokkuð eitthvað. Það var alveg bara hann sem var komin aðeins ansi nálægt Valla hann í lokin. Já, við náðum því ef þetta ekki. Það var komin að búin að ná honum aftur. Já. Hann hefði þurft 1 trygg í viðbót, mögulega. Þá hefði þetta kannski orðið eitthvað slagur. Gretar allan að hægir á sig viljandi, það var ekki beinslaus. Já. Já, byrjar alveg bara hérna. Fallega gert á hann. Já. Já, eina vitið. Það sér. En þá skulum við skoða opnu deildina. Það var hvað, þetta atvik á 3. hring eða eitthvað? Hjá hverjum var það? Haukur Eva. Hver er þessi Haukur? Já, það Hann er nýr. nýbúið að gerast. Þetta var aðalatikið. Sem Eva tekur hérna varnarlínu. Og svo er bara ekkert meiri vegur. Ég veit ekki. Ítur hún honum út af það? Það er spurning. Hann er reyndar að tróða sér svolítið, sko. Svolítið, já. Sýnist Eva að taka bara inn í línuna, sko. Já. Og svo... Já, svo bara, já, fer malbyggið, það hættir. Já. Mjókkar breytir hann það. Það bremsar ekkert á grasinu. Nei. Nei. Það sést líka hérna að það er allavega ekkert stýris input hjá Evu. Ekki eftir að hann, hérna... Nei. Nei, mér sýnist ekki, sko. En svo já, svo sendir leikurum hann alltaf 50 metra aftur á bak. Já. Þannig að Haukur missir einhver 4 sæti og svo gerist það aftur seinna í keppninni. Já, Hún er þegar bara tekur svolítið stökki. skrítin. Hún er svo skrítin brautin að hún svona fönnelast niður í fyrstu byrjun. Já. Rosalega breið og svo bara minnka brautamörkin. Sko, var það... Sko, hann er í 5. hérna. Var þetta seint í keppninni? Hérna er hann kominn upp í 4. og... Er hann ekki bara að byrja að hönda hann niður þannig? Já, þetta hefur verið fyrr. Það er hann í 7. Bara mann ég ekki við hvernig hann var í baráttu við. Var það ekki hérna þá? Nei, hann kom til pitinu. Það strákar? Yes sir.
Já. Heyrðu ekki því hversu lengi. Hvað gerist? Nei, Hvað fannst þetta atvik? Nei, ég fann þetta alveg ekki. Nei. Já, mér minnir að þetta hafi gerst, en kannski var það bara fyrr í keppninu á fyrstu ringjunum. Nei, það getur ekki verið. Nei, þetta var nú svona aðal atvikið sem okkur langaði að kíkja á Rópndeildinni. Já. En ég held eins og það hefur komið fram, ég held að Malbiki hafi einfallega bara klárast fyrir hann Hauk. Já. Það er svona mitt mat á staðnum, en svo verður það bara komið ljós. En ég veit ekki hvort við eigum að hafa þetta eitthvað lengra. Nei, held ekki. Alltaf langt sem þessi keppni var þess að geta að munna svona. Það var bara í gæri líka við, sko. Já. En enn og aftur, Jónatan, til hamingju með fyrsta sigurinn og pallinn. Heldur betur. Já, takk. Vel gert. Sikarlega gaman að fylgjast með þér í keppni. Líka skemmtilegt að sjá að þeir feðgarnir voru saman hann á pallinu. Já. Já. Mættum alveg bæta þinn inn í leikinn að sjá karakterinn á pallinu. Já. Kannski kemur það í Gran Turismo 8, hver veit. Já. Kjærlega. Það er til í það. En já, takk fyrir okkur í kvöld og hérna sjáum síðan hress á morgun þegar fyrstu deildin keyrir. Heldur betur. Klukkan 9:30. Takk fyrir mig, strákar. Yes, takk sömuleiðis. Við erum í boði Game TV, Autocenter, Classic Detail, GT Akademíunar, Kalda og Gullfisks. Þannig að tjekkja endilega á þessum frábæru samstarfsaðilum. Sjáumst á morgun og hinn fyrsta deild og úrvalsdeild. Mjög spennandi keppni framöndan. Takk fyrir áhugað.